Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur.
Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þú ert ekkert að skoða þetta, er þið að skoða þetta? Þeir eru með þetta. Hvað er að taka við hann danski? Strasbourg. Geðveikt. Hversu gott er það sko að ég sé komið pósen fram á. Já, það er ekki. Já, Junior Krupi. Já, það er spennandi. Hvað okkur mynd af Arman Bissaka hana? Arsenal. Arsenal. Ég ætla að segja þér að Arsenal er ekki að fara í þetta. Það lofaði. Garnacho fara frá Chelsea. Þú veist, þeir þurfa að selja hann. Margir að fara að kaupa hann. Það er vonbrigði á gæðina. Já. Hellingur í honum. Ertu ánægð með Carrick ráðninguna? Já. Ég nenni ekki einhverju nakir. Einhverju gæri sem er svo klár og læðislugur að... Veistu hvað við? Já, ég veit ekki. Silfur Egils. Þema í dag. Eða er léttur bandir. Það verður Silfur Egils þema. Já, það verður þema í dag.
flott hvernig hérna þú veist bara kláruðu það, þeir eru náttúrulega 100 sem betur enn í fótbolta. Þannig að það er ekkit. Ég hafði nú einhverja trú á Bandaríkjunum í þessu öllu. Já, maður gerði það nú líka. Ég held þeir getur nú eitthvað. Nei, þeir bara. Svo fær maður eitthvað að hugsa þetta og skoða þetta og. Nei, bara gjörðu það. Hljóðið er bilað. Hljóðið er bilað. Já, strókar, það er eitthvað mónt hljóðið hjá okkur. Það er eitthvað hik á hljóðinu, strókar. Þarna kom hljóðið í lag, söður. Já, þetta kom í lag. Takk, strókar. Að sjá. Hérna er þetta kom í lag. Kíkjum aðeins á. Sjá. Sjá. Herðu, það er eitthvað 3 Svissarar hérna doubtful. Hérna er ekki, sko, ég held að Vargas, sko, mínir menn Kólumbíumenn, sko, Switzerland, sko, Mansambi, hann er doubtful og Djibril Sow og Vargasinn. Góðan daginn, Kili, hvernig ertu? Ég góður. Herru, við höfum að henda okkur bara í gang. Hérna, ég var nú með meistara David Beckham út í bíl, ég hefði náttúrulega átt að hafa hann frekar en, ja. Herru, það meikar enga sens að ég sé með þess að derhúi, þó hún sé falleg. Heiga. Ég veit það, ég fattaði það. Ég sá það á andlitinu á okkur. Alvarleiki í gangi. Já. Nei, Það að fara ég er ekki mikið í því. Baktali eitthvað. Heimi á mér með allt lokað. Eitruðu Bara grúpa. eina ljóta sem ég ætla að segja, bara oi hvað þetta er viðbjóðslegt veður úti. Ég langar bara á landi núna, sko. Já, ég er að fara í næstu viku. Áðu þetta. Í 3 vikur, eða ekki? Jú. Geðveikt. Drulla mér hérna, sko. Já. Áðurinn ég byrjaði þetta kaffi, stráðara, veitu það? Svo að búa þetta daginn. Hvað varst að þampa það náðan? Hleðslu. Já, það er til. Ég var í prótun. Já. Herriði, nú fyrir við að hefja þennan leik. Við ætlum náttúrulega, þú veist, ég sá allt of mikið af leik Fram og Já, flott. Keflavíkur. Sko, Fram fyrirháleik gerði ekkert. Gott mark samt hjá Kenny Chopard. Sá hvernig hann tók það. Æ, Og svona volley. ég er bara búin að heyra að það verið drullflott. Tjekkaðu bara á því á vísi núna. Oj. Það þú getur séð það. Gott mark. Svo verðum við að muna eftir Víkingunum í Evrópu? í Evrópu. Það er í dag. Já. Það var ekkert mál. Takk samt. Mörkin og svona. Það er svo mætti bara Óskar með látum í gær, Óskar Höfn. Kemur ekki óvart að við segjum hann ekki aftur í þessu móti. Það er bara. Ég held að hann bara ætlaði að mæta þetta með einhverjum bombur og láti ekki sjá sig þarna aftur. Ég er alveg bara, það er eitthvað sem segir mér það. Já, hann lét menna aðeins heyra það. Já,
Hann var í tókst stjóran bara og já, var bara hjóli í alla. Ég held að það sé verið þannig. Hann hefur bara hugsað bara með sér. Ég er hérna með nokkrar kúlur í byssunni minni. Já. og ætla að Skjóta þeim hérna og svo mæti ég ekki aftur. Já. Það gott að Gunni fór ykkur að peppa upp Merino hann væri að mæta eitthvað svo gott tímabil og Óskar tala um að nei, hann ekki bara grátandi eftir Champions League. Já. Veitu hvað maður sé á fréttina með Arnór Snæ þarna? Hann er bara frá því 3 vikur. Já, þetta er ekki miklu- alveg. Nei, þetta er Nei, þetta er ekki verið að það. Það er nú flott. Þetta er grindvíkingurinn í honum. Já. Þeir eru svona harðan en flestir. Er þetta grindvíkingur? Já, við sóttum hann í blikana í 3. flokk. Frá Grindavík. Það er gott, þetta var ekki alveg. Já. Þetta er nú svo, já, þannig að Daði Berg Jónsson, hvenær verður hann heill? Það var ekkert eðlilega gaman að horfa á hann í fyrra þegar hann var já, hann er bara Þetta er orðið dattað ár, inn sko. og- Já, þetta er orðið langur tími sem Já. að vera síðan að spila fótbolta. Rodri skammaði sín og baðast fyrirgefningu. Hvað var það aftur? Það fór eitthvað nýti... Bernardo Silva. Bernardo Silva þegar hann skallaði hann yfir hann í Já. lokin. Já. Bernardo tók því ekki vel. Hvað trast þetta? Sá strax sveittur. Það er virkilega sékvörð af hægri bara. Já. Maður sjá, hvað segir hann? Fyrsta sem ég vil gera er að biðjast afsökunar og ég hagaði mér ekki á réttan hátt eitthvað annað segir hann. Já. Ég er enda fulla hann sé að byggast afsökun. Já, Hann er eitthvað sem er farin úr liðinu. já, en þú svona einhvern veginn Þeir eru örugglega vinir Ekki- Portugali Spánveri líka. ekki það að maður hafi spilað margar leikja HM þá getur svona tengt við það að missa sig eitthvað í 1 sekúndu og svo bara, fokk, hvað þetta gera. Það ég þekki það líka. Það er ég, þannig að hendum þessu bara í gang fljótlega. Annars verður við bara HM. Það eru auðvitað líka þessi leikir í dag, vorum að tala um þess að 3 sem eru tæpa hjá Sviss. Ég var... Hverjir það eru? Hann er þér. Arsó, Má sjá. Abisher og Jakkues. Sko, ég var að reyna að ná í hann hérna Guðmund, hérna Björn sem býr í Belgíu. Já. En ég hann er upptekinn. Það fá hann aðeins til að segja hérna. Hann er hann er náttúrulega búsettur í eins og ég sagði í Belgíu og Það er bara skemmtilegt tíma. já, hann líka þekkir þetta alveg inn út sko. Hann er öflugur. Sjá. Það held ég herri, ég var að fara bara að fleia þessi í gang. Já. Halda Íslendinga með Noregi og Englandi. Þetta er skemmtileg spurning hjá Artúri ég þekki þennan. Þetta er fyrir partner minn í bodybuilding bara svona. Já, þessi. Þetta er góð pæling hjá honum. England. Arnar Sveinn og skilir því í dokk. Nei, hann er að fara að mæta aftur hann var í brúðköpi núna einhver staðar út í Evrópu. Kallinn. Hann er alltaf að leika sér. Já, það er bara gott að Já. Hann náði skilið. hvað ég var ánægður að sjá hvað var vont viður úti. Er allir einhverjum meistaramót í gólfi og eitthvað svona. Það var meistaramót. Gess að byrja í morgun og hafa sko blindbylur á suðinu svona. Þú veist, Hugsaði þetta minnsmanns Einar Orra. Já, það sem ég elska við ræktina. Alltaf sama veðri í ræktina. Tók alveg logg bara. Tók helvíti vel á því í morgun. Skal alveg viðurkenna það. Já. Já. Má sjá. Er búin að vera í alvöru stemning hjá eftir hann leik í Mexíkó. Já, ég skal trúa því að þessi stemning í Englandi. Mér langar svolítið að fara til England sem helgin og vera þarna þegar að Englendingarnir spila við
Noreg. Já. Já. Það var ekki geðvikt. En skoðum það. Já, góðan daginn, Epic America. Nú er búið að senda alla gestgjafana heim. Já, bless Kanada, bless Mexico og bless Bandaríkin. Þið stóðu ykkur öll vel, en þið eru bara ekkert betri en þetta í fótbolta, því miður fyrir ykkur. Já, sjónvarp er mikilvægasti hluturinn á heimilinu. Farið í Ormsson og fáðu freimtæki, því að það fallegasta við freim er að hún fílar það líka. Já, ég var með smá könnun hjá vinkonahópnum mínum á tjatinu. 96,3% fíla freim best. En það voru náttúrulega, hópurinn náttúrulega bara vinkonum mínar, sem eru konur frá 25 ára til 85 ára. Já. En Viktor Eidlóðsson og Keli mættir, velkonni báðu tveir. Þægilega. Fóru þið að sjá númer 5 í gær á Áfram Ísland? Nei, Ólafur Ragnar. ég sá það ekki, en ég er búin að lesa þetta bara, ég var eftir að sjá þessa ræðu. Númer 5 var unplayable. Já, ég skoða hann aðeins í fréttum bara. Hann var rosalur, hann var bara eins og Beckenbauer þarna upp á sviði. Þetta var chicken skin moment og ef að númer 5 verður einhvers staðar á svæðinu, einhvers staðar á landinu, þá ætla ég að mæta. Þetta var ótrúlegt. Þetta var svona, maður mun alltaf mun eftir þessari ræðu. Þetta var algjörlega meiri áttar. Nú, góð lykt af okkur strákar, Bossilmurinn góði, talandu Bossilmur, það er búið að senda hann heim. Það er að segja Vinny Junior. Þannig að, já, það er við erum að kveðja stjörnunda. Við erum að kveðja líka svona hetjur sem að við veitum ekki hvort við fáum að sjá aftur. Við erum auðvitað betur í það hér rétt á eftir. G-Shock er með Dr. Fútból, þar er að Steppi Casio sem stýrir öllu. Fæst í klukkunni að sjálfsögðu frábæri tækifærisgjöf við öll tækifæri. Minni á þá sem ætla að borða í hádeginu á Amerikastæl. Ertu múin að fara í sokkastælinn og með öllu? Já. Það er bara geggjaður. Hvað er 2490? Já, ekki neitt. Þetta er besta tilbúðið sem er í gangi í dag í mat fyrir utan dokk tilbúðið hjá Epic. Ég held að sé ótt að segja það. Já, ég meina tilbúðin sem þú ert með eru bara bestu tilbúðin. Já, ég er oftast að bjóða upp á bestu tilbúðum. Það er talandu tilbúð Gilsen, 390 í fjárþjálfun. Já, það er verið að gefa það. Hann skilur ekki alveg að það er oft gott að hækka. En hann er alltaf í sömu prísunum. Já. Hann fattar það ekki. En það er Já, ekkert lífið flóki á hann, mann gerir bara það sama. Já, það gengur líka vel. Tjattið er á flegiferð hjá Dr. Fútból, talandum á flegiferð, 66 gráður norður verða með að sjálfsögðu með Eyjamönnum, með þjóðhátíð í ár, búin að gera svona búning, IBF-búning sem ég er búin að vera í hérna í tvígang. Já, betur þetta sem eru að fara að spila í? Nei, ég reyndar ekki að vera spilurum, þetta er bara svona skemmtilega bara að treyja. Já, bara í dalinn. Já. Það er alltaf í góðri treyju í dalnum. Já, það er oft gott að vera í treyju í dalnum. Naflinn er svona okkar fulltrúið þar núna. Já, naflinn reyndar farin í veiði núna. Já. Þannig að það er bara þannig. Heyrðu, hvað, strákar, þessi bolti hérna heitir Trionda. Þetta er 66 spurningin. Vitið hvað völlurinn, vitið hvað hérna boltinn hét 86? Nei, ekki hugmyndu það. Ég man eða Barith Jabulani. Það er bara eitthvað skemmtilegt nafn. Já, Jabulani var ekki að gera. Sko, ástæðan fyrir þess að 86 er að við hafa búið að segja þetta svo oft núna á þessari viku, oftar en hefur heyrst nokkuð tíman. Þetta er í höfuð á leikvangi. Já, þá er þetta bara Mexíkóvöllurinn, það ekki? Já, Azteca. Og Azteca boltinn. Já. Og flott nafn á bolta. Dómarar, boltar, þetta er svona eitthvað sem ég tengi ekki við fótbolta, nöfnin og svona. Pælir ekki í þessu? Nei, ég pæla alveg í skónum, sko. Já, 82 fengum við, var ekki Tangoinn og svo Unigo 90. Já, það er Azteca. Svo ljótasti boltinn er á Vestaháuminu sem er 2002. Var það ekki Vestaháumið? Nei, ég var svo ungur. Ég var 12 ára, mér varst þetta geðveikt, sko. Eina minningi minna þess að háum var alveg bara Senegaldir. Nei, markið hjá Ronaldinho. Já, það líka. Það er
og Englandi Það var geðvikt. á rétt. Það var trill. Þú skilur ekki hvað ég tók margar aukaspunni fyrir aftan mig og reynda að skjóta eftir þetta, sko. Við ætlum að byrja þetta allt saman og minni á þá sem að fara að kaupa húðvörur eða eitthvað til að snirta á sér andlitið eða húðina. Þá ágætt að gera það í felum, gera það hjá Boost. Já. Það hárrétt, við erum ekkert að sýna fólki það við séum að nota þessar vörur. Gera það hjá Boost, náðu okkur í appið og allt það. Við ætlum að byrja þetta allt saman á, mestu töffurunum á HM, sem eru belgarnir. Auðvitað mikið í gangi í aðdraganda leiks Belgíu og Bandaríkjana. Já, það var mætt pirraðir í leikin. Já, en tæklu þetta samt hárrétt fannst mér, í staðin fyrir að vera eitthvað, það verður svo auðvelt að Rúdi Garcia að fara eitthvað viðtala okkur fleiri, bara verið pirraðir, þá verður sett fókusin það. Er það að tala um eftirleik? Nei, fyrirleik. Fyrirleik, já. Í staðin fyrir settu bara fókusin á réttan stað. Það var bara einangra Tim Rím sem getur ekkert. Já. En líka bara svo gott líka. Þú veist, leikmenn Belgíu að koma úr bestu liðum Evrópu og var ekki að stærstu risan öfna. Allir þeir að fara að væli yfir því að flóðið bal og gönn. Ég hugsaði, þetta var ekki Messi, Ronaldo eða Neymar eða eitthvað á sínum bestu tímaskil, þetta var Florian Balogun. En eru þið sammála mér, bara áður við förum í leikinn sjálfan, að það allt rétt við þetta nema mögulega prósessin rangur. Það er að segja að þetta áður bara að fara ekki inn í FIFA. 100%, þetta rangur prósess, þetta rétt niðurstaða. Ég alveg sammála því. Erum við ekki alltaf sammála því strákar? Ef menn fá rangt rautt spjald, þá nóga refsunum fyrir að spila ekki í restin af þeim leik. Já, það alveg fínt. Algjörlega. Eina sem að kannski maður setur út þessu og segir, þú veist, að þeir gefa út á föstudegi að þessu verði ekkert breytt og svo þessu breytt en þú veist, ég held að þetta hafi ekkert sett bara belgíska liði í uppnáma og allt í abaskít að hann allt í einu mætti þarna. Sko, við höfum allir séð, við munum eftir eins og þegar Manchester United og Tottenham mættist þegar Bruno Fernandes fekk rautt spjald sem var ránt. Það var bara sagt, herru, sorry, þú fer ekki til þriggjuleikjabann. McAllister fekk ekki rautt spjald á móti Bournemouth, manstu? Herru, þú fer ekki til þriggjuleikjabann. Við erum bara vanir þessu og þess vegna kom mér allt þessi reiði svo mikið óvart því að þetta prósess sem að við flestir allan viljum sjá í fótboltanum að svona mistök séu bara dregin tilbaka og þessi ekkit leik bara eitt að refsa leikmanni fyrir mistök dómara. Ég held að reiðin hafi aðalega verið bara að því að Trump var inn í. Já, svo held ég menna ekkert, þú sé þetta artikul 27 áður, munum fannst það bara eitthvað stór furðulegt, þetta var bara svo lögfræði skjál. Þetta er í lögunum og þetta má, þannig að bara flott að ég gera þetta. En mér varst líka belgarnir gera hárrétt, þú veist. Það var mjög gott, svona, þú veist, ég horfði á leikinn í morgun, ég gæti ekki vaka eftir hennu viðurkenni það. Mér varst bara góð pæling að byrja ekki með Kevin De Bruyne, Doku og auðvitað ekki Lukaku sem hefur svo smikið verið að byrja heldur. Nei, sko, en bara vildur hlaupa á móti þeim, sem er gerðu. Já, Lukaku er náttúrulega ekki standið til að byrja. Nei, alls ekki. En hins vegar, meiri átt að leikmaður og minn maður alla leið. En þessi kraftur í belgónum í byrjun þar sem að, þú veist, Rúdi Garcia fer bara og keirir á þá. Það eru auðvitað slísalegt mark, þetta fyrsta mark, þarna Sergino Dest horfir einhvern veginn á hann skoppa þarna inn í tegnum og það er svona eins og þeir að vera eitthvað stressaðir, kannaðir. Lúkaði hann ekki, alveg klálega og ég held að pressan hefði bara verið mikið á þeim. Og svo öruglega með öllu þessu dæmi var pressan ennþá meiri, sko, því að þetta er ekkert gæjar sem er ykkur stóru liðum og reynslu miklu að spila stóra leiki, sko. Það er bara málið með þá. Sko, þeir náttúrulega taka Kevin De Bruyne út úr liðinu. Ég get ekki ímyndað hversu erfitt það er að taka Kevin De Bruyne út úr liðinu, bara hversu erfiður hann er ábyggilega í kringum allt og bara, sko, smita þvílíkri fílupotið, sko. Vel neikvæður hann held ég. Doku, ég held sér líka sem Doku upplýði þessu sem núna stjörnu Belgíu. En ég meina, en þú veist, hann einangraf svolítið boltan og hann er ekki tilbúin að hjálpa mikið til í varnarleik sem að Trossard er til í, sko. Trossard er meiri liðsmaður en Doku allan daginn. Ótt að Doku sé miklu hæfileikaríkari, sko. Sko, við fáum þarna 1-0 og svo besti leikmaður þeirra í þessum leik Tillmann jafnar hann úr hérna aukaspilta. Þetta er sem sagt, hann á skot sem Ferry var ekki vann að Ferry þetta aðeins í. Ferry, skallar hann inn. Ég held það ekki fyrst, sko. Ég hugsaði líka bara hvað svaka flögt þetta væri en svo þetta fer sannlega aðeins í hann. Þannig að það og svo kemur Fibbaði Courtois. Svo kemur þarna 2-1 markið. Það er frábærlega gert hjá Leandro Trossard sem að fer þetta niður á línuna og chippar honum fyrir og hann jarðar Tim Rím í loftinu og hann í Katalæri. Svo kemur þetta bíó af markið, þetta þriðja mark sem að í raun og veru klára leikinn þegar að Van Aken. Má ég sjá það eins? Matt Freys skítur. Veistu hvað ég hugsaði?
KR-völlurinn 2006, maður þetta í Já, ég maður verið eftir því. En þarna var aftur alveg svo mistu ekki mín sem er alltaf verið að sína einhvern veginn eins og í sportu sem Já, er ég er bara alltaf að sjá alltaf að sjá þetta. Lukaku kemur inn á, skora frábært fjórða mark, svona pressa og klára með hægri, svona alveg í hægra horni. sko, ótrúlegt rekord sem að Þetta er náttúrulega æðislega bandir sem tæki í kjölfarið. Já, þeir eru að taka Trump-dansinn en það er ekki eins og þeir kunna hann ekki Þeir eru ekki nógu góður í honum. Þeir eru ekki alveg nógu góður í honum. Nei, af því að þeir gera hér þú verður að vera hérna það er þið sem eru að horfa á YouTube þið sjáuð réttan dans þetta var skemmtilegt hjá Romelu Lukaku náttúrulega einn af mínum kannski uppáhalds, jú, hann er einn af mínum uppáhaldsleikmennum, ég er alltaf haldið upp á kallinn. Svo förum aðeins í Bandaríkin. Já. Þeir eru úr leik, byrjuðu þetta móts Frábærlega. og ég meina þessi leikur mútið Paraguay, þeir tóku Paraguayan og jörðuðu það. 4-1, professional mútið Áströlum, svo eru bara svo sem þannig klókir, hvílduðu á mútið Tyrkjum en spiluðu vel. Já, þetta er bara mjög gott mót hjá þeim og kannski, þú veist, bara náðu öllu sem maður hefði átt að ná og ég meina þeir eru ekki það góður að þeir eiga að vera eitthvað átó í áttalúslu Nei. Sko, Bandaríkin er ekki eitt af 8 bestu Nei, alls ekki sko, þeir náðu bara mjög vel úr því sem þeir höfðu sko. Þeir voru flottir í þessu leiki sem ég myndi segja væri svona svipaðir og þarna viðkomandi en þegar þeir mættu svo alvöru framherjum þá bara komu þarna veikleikar í ljós Tegetalari er drullu góður sko. Hann er að skora í Atalanta og svo fáði Lukaku í grilli setna í leiknum skilur og það er náttúrulega bara Chris Richards, hann er nótur liðin í Palace sko, Tim Rím er gjössanlega búinn á því sko. Þessi lið mættust í byrjun ást þá líka jörðuðu Belgarni á þú veist, Belgarni er bara miklu betri í fótbolta en Bandaríkjalið, sko eitt af vandamálum Bandaríkjaliðsins hefur verið markmaður sem að er skrítið Já, ég nákvæmlega það eru alltaf góðir kanar í einhvern veginn út allt í marki sko frá því að þið voru litið menna Tony Miola, við getum farið í Casey Keller Brad Friedel, Tim Howard frábær markmaður, Brad Gusan mjög fínn markmaður, ég ætla ekki að segja hann að stórkostlegu markmaður, en þeir hafa alltaf tikkað inn markmönnum hér og þar. Hvað héttastu kóngurinn sem var með mér í redding? Já, Sköllótti, Hannemann. Já, það var fínn markmaður, alvöru kanni sko, alltaf Cherokee eppaðan og eitthvað. Já, þannig að ég held að, þú veist, þetta er bara, Kanandir eru ekki betri en þetta. Nei. Rúdi Garcia besti þjálfari mótsins það sem aðver bara fyrir að negli stóru ákvarðanar Já, það er alveg að færa rauk fyrir því Nei, svo sem þú veist, þjálfarinn á K-Berti tapar ekki leik sko mjög góð punktur Já, kannski, hann er kannski skákar honum, mögulega Þetta var glæsilegu sigur hjá Já, og Stóli Solbakk en gleymum því ekki Já, frábæð líka Ok, en allavega, ég ætla að bara þessu góður Rúdi Garcia hefur verið sko við maður neglaði þetta bara niður en sko belgarnir núna velunin fyrir að komast í áttarúslitin að mæta Spánverjum Ég hef enga trú á þeim Enga trú? Nei, ég held að Spánverjum muni bara jarða possession, þeir muni þreita og hendanum muni bara klára á sko. Já, þetta er sant, mér finnst þetta pínubillust. Mér langar svolítið að sjá eitthvað sem leikjum á Selfossi. Já, ég fór á svona úr einu annað, bara ég fór bara að hugsa þetta allt í einu. Ég er alveg sammála. Það kemur eitthvað sumaviður. Já, það verður nefnilega að vera sumaviður. Þú ert ekki að fara núna út og hérna að horfa að leika þannig sko. Það ertu bara að taka skot sko, náttúrulega Mauricio Pochettino á frábærum díl hjá bandaríska landsliðinu eitt launaðasti þjálfari heims En hann er ekkert búin að segja upp eða nokkuð? Nei, hann er ekki búin að segja upp og hann er með samning við US Soccer hins vegar erum við svolítið að horfa á svona það sem voru aðalkallað eða kannski ekki aðalkallað en svona okkur fannst svolítið flottir þú veist, hann og Roberto Martínez fyrir svona 7-8 ára síðan það voru svona gæjar sem allir horfðu aðeins til þetta er svona Íra Óla svolítið í dag og Marco Silva myndi ég segja Já, ég held að hann hafi klúðrað þessu pínluti hjá PSG að fara þangað og ná ekki að vinna deildina það var ekki gott fyrir hann bjóð til þetta frábæra Tottenham-lið Já, og gerði það nefnilega og þá var hann bara heitasti bitinn á markaðanum sko og bara þvílíka svona vonir bundan til hans en svo þegar þú ferði í PSG og nær ekki að vinna deildina þá missir þú svolítið mótjóðu sko maður heyrir ekkert leka úr belgíska liðinu að það sé eitthvað ósætti milli Kevin De Bruyne Nei, ég held bara að tala ekkert saman Kevin De Bruyne og Garcia
Já, Garcia, já, út af hann tók eða hann út. Doku eða neitt slíkt. Nei. Gætum við ekki bara síðan bara mæta með þessa gæja á móti Spánverjum? Doku allavega klárt, sko. Þeir auðvitað urðu fyrir áfalli að Onana meiðist þarna og hann er búin að vera eitthvað tæpur í þessu móti. Já, það var mikið meiti núna. Já, þetta leit illa út og vonum að ég kemur mjög óvart þá hún komin þarna á hækjur eftir leik og Ég get alveg séð belga bara standa vel í hérna, Spánverjum, sko. Það er ógeðslega bitlis og þeir eru alltaf með geðveikan markmann. David Ornstein segir þetta sé ACL eitthvað hérna. Rapture, já. Vonaðu besta og belgarnir með 4-1 lið, sigur. Ég veit ekki hvort að ég var eitthvað að gjamma fyrir móti eftir að hafa sá Kevin De Bruyne rétt fyrir mót þar sem hann bara slaka á. Hann var á Ibiza, bara að njóta lífsins. Og ég hugsaði bara með mér með Kevin De Bruyne með geðveikan markmann. Þú veist, það er ákveðin pieces í lægi í belgíska liðinu. Svona hryggurinn, bara mjög góður. Hvaða lið er búið að fara erfiðustu liðin í áttalega úrslit? Það er Af því að þeir voru að taka ógeðslega gott Senegal-lið út. Þeir tóku núna Geskjaf út og þeir hefðu eitthvað skilið að fá einn þægilegan en ekki bara Noregur Noregur mögulega, já, Fílabeinnið og Brasilíu. Já, ég held að sé alveg við förum í næsta leik. Marokko líka? Nei, við erum Kanada. Nei. En við slum fara í næsta leik með Orku náttúrunar. Já. Orka náttúrunar, ef orkan er hrein, liggur gatan greið heim fyrir okkur tveim og One appið er auðvitað það sem hjálpar þér út allt land. Ég verð nú að viðurkenna það að ég myndi nú halda að það sé ekki margir hér á landi sem hafa meira gaman að því að horfa á fótbolta en ég. Nei. En ekki hafði ég gaman að þessum leik í gærkvöldi, leik Spánar og Portugals. Það var mjög leiðilegur og spænska liðið frá því á EM. Já. Þetta er alltaf lið fyrst mér. Já. Bara þeir voru svo miklu skemmtilegur. Ég held að stóra breytan því sé að þeir voru þá með Nico Williams mjög feskan og í gír. Munurinn, og ég þekki nú bara sem púlar að hafa 2 kampmenn sem að geta tekið menn á og einhvern veginn breytt leiknum með því að bara brjóta upp leikinn, allt í hennu opnast allt þegar þeir fara fram í einu leikmanni, það bara munar svo miklu. Alex Baena, hann er bang average. Fínasti leikmaður en ekkert meira það. Við munum eftir hvernig Spánverjar eru unnu þetta í Suður Afríku. Með því að svæfa okkur bara í róleitunum og voru með svo mikið kontról. Og það er náttúrulega sem stuðningsmaður liðs að vil sjá okkar prósess hjá okkur liði. Þá elskar maður að sjá liðið sitt halda kontról og bara helst fá ekki á færi Busquets á þeim tíma og sjá Rodri er núna að verða aftur þessi Rodri og það er svo total kontról yfir öllu þetta hjá hérna Spánverjunum og þú veist, þeir eru allar búin að fá sér færi og það eru 5 leikir búnir. Þeir líður bara eins og Pedri með boltan eins og sé aldrei að fara að missa. Eina sem að mér finnst bara þeir eru svo bitlusi Mér finnst þið vera svona eins og munið 2010 heimsmynd, það bara skoruður 1 mark og heldur svo bara einhverjum 1900 sendingum. Mér finnst það vera svo leiðilegt. Ég er mjög sammálaður þarna, en hins er líka eins og með svona stórstjörnu eins og Jamal. Mér finnst Jamal ekki fá að vera neinn hetja þarna inni. Hann er þarna út á hægri væng og þú veist, er ekki hægt að bara taka Olmo út eða allan að leifunum aðeins að koma inn honum hérna Jamal, það sem Jamal það er ekki bara hans í fljótur, hvað hann sér líka, hann er svo mikið vision. Maður sér ofta hann kvöttar inn og bara hann sér endalösa möguleika, svo veist, það þarf að finna ykkur leið til að koma honum meira miðsæst þegar að hann lendir í bakvörum eins og Nuno Mendes. Maður geta bara, þetta er einu bakvörum sem maður getur slátrað flestum kantmennum í heiminum. En Nuno Mendes var átt eftir 55. Þú veist, ég veit það og þá kannski lifnaði aðeins við honum. Jamal, ég ætla ekki að segja þessi vonbrigði, nú auðvitað, það hefur ekkert reynt á spænska liðið, þetta er bara búið í autopilot. Ég hann ekki líka svona bara aðeins að koma sér inn meira og meira, hann byrjaði náttúrulega bara meiddur, fær eitthvað nokkra mínútur í fyrsta leiknum og svona hann ég held að svona kveiknaði þess á hann núna, vonandi. Mikael Merino, hann er svona fyrir mér stundum bara eins og svona aðeins slakari útgáfan af Mikael Ballack. Hann er frábæri leikmaður, hann poppa ótrúlega vel, tímasett hlaup, slúttar vel, kláraði færi sett vel. Það var frábært og líka bara er að taka þessi djúpur hlaup. Ég held ég myndi byrja með næsta leik frammi bara, pröfa út belgunum.
Mér finnst og ég alls að bara ekki vera að gefa þeim það mikið. Ég held að hann geti gefa þeim bæði ógn í loftinu og hann hrikalega góð batti, sko. Bara svo ég meina Arsenal voru náttúrulega gerði þetta og það virkaði alveg ágætlega, svo ég myndi pröfa þetta, ég held að þetta myndi virka jafnvel betur í landsbolta, sko. Ég held að Spánverjarnir eiga eftir að eiga þægilegan dag þannig laga móti Belgum. Já, samlagi. En undanúrslitum móti Frökkunum. Já. Það er leikur. Það er leikur, þá fá þeir bara allt í 3-4 leikmenn á sig sem að geta meitt á harkalega, sko. Já, ég verð líka að fá að sjá Kubarsi eitthvað 1-1 á móti Mbappé og þú veist þessum frönsku strákum. Ég held að frakkarnir slátriðum, sko. Heldur það? Já. Ég held að það sé bara erfitt að slátra þessu lið. Ég held að líka, ég held að þú sér bara þeir geta kaffært boltan svo harkalega að þú einhvern veginn bara næraldri tækt. Já, eins og taka frakkarnir bara náðum og breyka á það og slátra þeim. Það er reyndar fáir betri en heyri í því, svo herli punktur. En Portugal, sæmilu vonbrigðin á þessu móti. Já. Bara svakaleg. Já, mikil vonbrigði. Þú ert með tvo, myndi ég segja svona bestu djúpum miðmenn, tvö er allavega besta kombóið. Bætir, ég hef alltaf hugsað, ef það var eitthvað gæði sem ég myndi vilja við PSG, þá var það Bruno Fernandes. Bara upp á að geta bætt liðið eitthvað, því að Fabián Ruiz flottur leikmaður, ekki truflaður. Hann næri einhvern veginn enga veginn að láta á synka saman Roberto Martínez. Ég fór að skoða í gær munin á Vitinha hjá PSG og munin á Vitinha hjá Portugal landsliðinu. Hjá PSG er augljóst að hann á að vera með boltan. Hann er miklu fleiri sendingar og miklu meiri touch og meira með boltan heldur en Fabián Ruiz, Zaire Emery eða João Neves. João Neves er mjög lítið með boltan hjá PSG. Hann er eiginlega bara brimbrjótur, sko. Já. Svo það held ég að það sem hann hafi klúra mest í þessum leikjum, sko. Mótið að segja Kólumbíu, þessum leik á móti Króatíu og þú sem er unnuvissulega, klúraði ekki beint. Hann svona hátt að manatsa betur og svo þessum leik. Já. Bara, þú veist, við tinni ásóldi að vera sem að kontrólaði leikanum, sko. Þú veist, í öllum íþróttum höfum við séð frábæra leikmenn, kannski á bestu í heiminum, taka einu móti of mikið. Það er ekki allir eins og bara Erik Cantona sem hætti 30. Cristiano Ronaldo þetta tekur þetta auka mótarna og þú veist hann var ekki nógu góður hérna í framlínunni og þetta tekur mikið pláss, tekur mikið súrefni. Getur ekki breyka og þá sá það marg oftir hann alltaf að fara tilbaka. Óli Kristjánsson svolítið ekstra mikið farin að tala um þarna. Pressa lítið. Já, svo er það, Ronaldo má alveg verið sem hóp og ég bara, hann er besti leikmaður Portugal í sögunni, eitt besti leikmaður heim í sögunni. Roberto Martínez hefði þurft að setja niður með honum fyrir mót og manage þetta betur. Úsbekistan, sleppt Úsbekistan. Þessi leikur hérna, byrjaði með Gonzalo Ramos, inn á síðustu 30, þá að væri geggjaði Ronaldo. Af hverju? Af því að þú getur byrjað að dæla honum inn tegin. Til dæmis, hessinu þurft ekki einu svona að taka Gonzalo Ramos út af, sem er líka góð skallamöður. Hann getur verið með að báða upp á topp og farið að dæla inn. Því að þú held ég bara, þú lamar það svo mikið í svona leik með að hafa Ronaldo fram í. Já. Því að bara, hann getur ekki breykað, hann er ekkert, frábæra að fá boltan í lappir og einhvern veginn, skilunum frá sér, því að hann bara hefur ekki orku að hlaupa með hann lengur, sko. Nei, á þessu leveli, já, ég veit það. Þetta er frábært lið á pappir hjá Portugalum, en það náðist aldrei að láta á dansa saman í þessu móti og auðvitað, þú veist, þeir voru flottir að unnu náttúrulega þjóðadeildina í fyrra og svona, þá hefum við unnu þeir Spánverjana. Já. En Spánverjarnir, já. Joao Felix finnst mér líka annað dæmi. Þú veist, að Joao Felix er orðinn eitthvað leikmaður að því hann hefur góður í Sáti er bara bull, sko, hann getur ekkert lengur, sko. Nei. Það er bara hannig. Ég held að Sáti-deildina er bara að henda honum mjög vel, því að það er mjög mikið af varnarmönnum sem kunningin svona standa í vörð, sko, og ég er ekki að grínast í ykkur, sko, ég horfði á mikið að leika með Val-Europa. Já. Og þarna, það hefur bara henda honum mjög vel. Rafael Leao átti alltaf að byrja þetta í gerð, því að hann hefði getað meitt á breykinu, sko. Sko, tölum aðeins um Rafael Leao. Hversu frústrerandi er að sjá dreng með alla heimsins hæfileika með þessa hæð, þetta er náttúrulega tegnalegu glæsilegu strákur en ég var bara til í bara svona spurði Antonio Cassano hann bara þolir hann ekki, hann segir bara hann er með svo miklu hæfileika, það komu held í 5 mánuður hitt í fyrra og skoraði ekki í seríu A hvernig fer hann að því er hann ekki bara svolítið eins og Rashford? Jú, það er Rashford tendensar í honum þetta er bara ógeðslega hæfileikar ykkur húðlatur leikmaður getur poppað upp með geðveika leiki svo er hann ömurlegur bara næstu 5 einangra bolta svolítið mikið hann fær hann leika í staðin fyrir stundum að láta ganga og velja réttu moment til að fara á menn sko, því hann ætlar alltaf að dansa fram í þær sko, svo þetta verður oft bara svolítið frustrandi. Það er 27 ára ég er aðeins að horfa á þetta spænska lið og ég er að pæla eins og með hérna Aymeric Laporte sem að þetta er baski ég er að hugsa með þess að vera í Liverpool hann er bara 32
Ég myndi elska að fá hann. Og þetta náttúrulega gæði sem þekkir enska boltan, þekkir þetta, þú veist, þetta topp hafsend. Já, hann bara, þú tekur, það er besta við hann, þú tekur ekkert mikið eftir honum í leikjum, því hann er ekkert að gera henni mistök. Hann bara þarna. Þetta ekki topp leikmaður. Hann með einhvern samning þarna við til 2028, ég veit ekki hvað kostar að koma honum út úr því. Það er ekki mikið. Jú, þeir borgar heldur góða laun að það. Já, en það er... Nei, það er að leikast með Liverpool borgar. Ég bara nefni Liverpool sem eitthvað svona dæmi, bara lið sem obviously vantar hafsend fyrir bardagana í vetur. Ég held að vera risa mistöku sitt í að láta fara á sín tíma. Já, nei, ég held að hann vildi. Já, hann vildi náttúrulega fara bara í peningin. Komin í hann pening. Ég skilði það leik. Það er eins og það er. Það er, já, miðjan hjá Portugal bara heilt yfir þetta móti, ég meina, þó þeir hafa ekki verið búin að tapa fyrir þessum leik, þá voru þeir á vissan átt bara heppnir á móti Kólumbíu, svo sem hörkuleikur á móti góðu króatísku liði, en lengra fóru þeir ekki í þetta skiptið. Þeirra leið var að vinna Kólumbíu. Þeir fara náttúrulega, þetta hefði skiptinum, hefur sliðstíkinu Spán, aldrei unni Frakkland. Mér fannst skrítin, ég var á Kólumbíuleiknum og maður var bara svona, þeir hljóta átt að sjá brakketunum, hvernig það lítur út, af því að þetta var síðasti leikurinn. Það var fárlegt. Það var galið að tapa þeim leik, sko, og þeir bara gerðu móti miklu erfara fyrir sig, fyrir vikið, sko. Þið sáuð í þeim leik að þar var eins og Kólumbíu. Já, nákvæmlega. Það var svo, þeir væru bara að keppa upp á þetta, en Portugal þurfti að vinna þann leik. Kólumbíu var síðustu mínútur bara sækja. Þannig að þetta var bara boring Portugalsliði í þessari keppni. Cristiano Ronaldo kveðu svið í gær, eða fyrradags segi þá hvati Neymar okkar. De Bruyne náttúrulega sem að, þú veist, auðvitað kannski hefur aldrei átt heim í þessu samtali, eða er bara stórkostlegu leikmaður og auðvitað heima í þessu samtali. Lukaku mátt bæta honum með því að hann hefur verið frábær með landslið. Algjörlega, þetta eru leikmenn sem eru að kveðja okkur, það eru margar svona stjörnur að eiga sinn loka dans á þessu móti, Messi auðvitað líka og þannig að það eru margir að kveðja sviðið og gera upp hennan gerdag, gerum þetta upp með Kia. Ágætur dagur í gær, ekki frábær en ágætur. Jú, hann var frábær svona út af því að við náttúrulega bætum inn Noregsleiknum, það ekki? Hann er eftir miðnætti. Nei. Það er ekki bætur inn. Þið rættu hann í gær, já. Það rættu hann í gær. England var líka eftir miðnætti. Já, við tókum með hann á... Noreg var klukkan 8. Já, auðvitað er ég stektur. Ég var að reyna að vakka til Englandi. Tókum þetta allt saman á mánudagsmorgun og já, bestur í gær, hvaða belga vil ég taka út? Er eitthvað spámur í þarna? Ketelare, hann var hrikalöflur í þessu leik. Já. Einn leikmaður sem ég kannski glimta hrósa hérna, Diogo Costa, markmaður Portugals. Já, hann var mjög flottur. Mjög góður. Hann var örugur. Góður í gær. Já. En einhver í Spáni, það væri einhver, ég elska að horfa á Petri hérna í gírnum, sko. Já. Mér varst líka Fernan Torres bara að breyta leiknum þegar hann kemur inn á. Hann laði upp Sigur Markís kótsin, er það ekki bara minn maður Rúdi García eða það? Rúdi García, allan daginn. Lenda í svona þessum einhvern veginn á móti heimaliðinu, þar sem eitthvað svona bull gerist daginn fyrir leik, það er bara leist og svona ótrúlega vel gert, sko. Já, ég bara ímynda mér, því að út af öllu þessu væli sem var í gangi, þá get ég ímynda mér að svona gaurinn svo De Bruyne að bara sagt strákar. Fucking hell, þetta er einhvern balagún fýtt strákur og allt það, en bara fuck off, let's go og bara keyrum yfir á. Bókat. Búðingurinn í gær, hver var það? Búðingurinn í gær? Ég ætla svo sem ekki kalla hann búðing. Ronaldo? Nei. Ruben Díaz var, þú veist, hann gerir mistök í markinu. Já. Nei, það var markmaðurinn hjá... Hann var einangraður, sant? Markmaðurinn hjá Bandaríkjum. Ekki Matt Frís bara fyrir að hafa kveikt í þessu. Já, hann bara eyðilaði leikinn. Matt litli Frís maður fóraði nóti eitthvað skóarhlaup og því miður fyrir hann. Þá er það Karlsberg líklega besta markdagsins. Hvað var líklega besta markdagsins? Það var geðveikt. Já, til og með maður flott, fór við þessu leikmanni, skilur, skallinu og Ketelare var flottur. En þetta mark hjá hann markspáni bara liðsmark styrlað. Bara átt að sjá svona hratt og spila hann svona hratt. Hann tekur aukaspyrnuna og bara hleypur beint á stað. Aftur chippar Merino með frábært marki svona við munum auðvitað eftir Þýskalandsleiknum þar sem þeir voru í vesi. Algjöru. Sem að
Þannig að skemmtilegt fyrir þá. Ef við ekki bara halda þess áfram, gerum það. Já, slúðum díugri þetta með Voga ídýfunni góðu. Sama hvaða snakk það er. Mælum að sjálfsögðu með Leys. En þá Voga ídýfan alltaf klári í slaginn. Minni á það að Dr. Fútból búin að blessa Voga ídýfu. Jalapeno eitthvað? Já. Þannig að það var ákveðið að blessa hana, cheddar og jalapeno. Það sem að, það er sem að Dr. Fútból svona stamp of approval á henni. Við ætlum að skoða leikina sem í dag. Það eitthvað verið að reyna að stilla þessu upp sem Messi á móti Sala. Já, ég ekki alveg að kaupa það, sko. Sala náttúrulega lendir í því að hann meiði skömmu fyrir mót. Já. Og hann reyndar skilaði 120 mínútum í sísta leik. Messi á móti Sala, ég veit ekki alveg með þetta, en einhver séns á Argentína misti því þarna? Nei, mér finnst Argentína áður ekki lið sem vinnur því 3-0, 4-0. Nei, þeir bara krúsa í gegnum þetta. Þeir bara krúsa, sko. Mér finnst bara með svo töffi Argentínu síðasta leik einhvern veginn, og já, þóttir þeir voru í bullandi brasi á móti Cape Verde, fannst mér einhvern veginn alltaf halda haus, og þú varst eða aldrei horfðir á liðir fengu sér mark, eða hvernig er svona, bara voru mínúturnar eftir markið, þú leið alltaf eins og það var að fara að klára þetta. En samt þess að Scaloni þegar skoruðu sigurmarkið og hristam samt bara hausinn. Það var alveg verulega ósáttur að þetta var auðvitað ósáttur með hans leikmenn vera samt bara rólegir, sko. Þeir vissi einhvern veginn að þetta myndi blessast. Mér veist líka þetta bara hafsenda bara vera að tikka ríkalega vel. Bútsýrin og Romero auðvitað, já. Þeir eru náttúrulega kostur að þeir verið að geta ógnað þarna í teiga anstæðingarna. Skora báðir, já, þannig að þú veist, já, ég held að það þyrfti stórstlist til þess að Ég held þeir myndi ekki fungera, ég teka ell þar. Já, ég maður ekki, ég sagði fyrir 4 vikum, ég held þeir væri óbíla. Ég held þeir væri báðir og ruglæðir. Þeir bera svo mikla virðingu fyrir landsliðinu, þeir haga sér. Tjekkiði á einum leikmanni, hann var alveg grátlegt að það þarna með 2 ítiðans á hann fyrir mig, Íbrahím, þessi Yasser Íbrahím. Það eiginlega grátlegt að hann sé ekki 10 árum yngri, því að þetta maður, hann glerharður, Yasser Íbrahím, ég sá hann í HM félagsliði fyrra og ég sagði að þessi eru pottið í liðinu hjá Egyptum og þetta harðasti maðurinn á HM. Þetta alveg lofaði ykkur því. Hann að fara, hann ekkert í leikbanni það, hann búin 2 gul. Byttu nú við. Hvernig virkar þetta aftur? Það 3 gul eftir sko. Ég held hann ekki. Þetta eru orðnir auka leikir svo þetta lítur og að breytast eitthvað. Já. Held hann eigi ekki að vera í banni, það var hryllilegt fyrir að hann í banni, ég held að það sé ekki banni. Nei, það eru með hann líklegum byrjunlegum sem ég að skoða. Já, er þetta easy í Argentína? Nei, þetta verður ekki easy, þetta verður svona 2-0, 2-1. Já, ég bara 100% sammálaði. Það verður svona bara sigla í gegnum þetta. Talandum að kveðja menn, Mohamed Salah verður náttúrulega 36 ára þegar við förum næsta HM. Já, hann Nei, 38 hann verður hættur þá held ég það? Já, samt hann gæti ílengst heldist lengi að hann fætti sátíð sko. En eitt, hann að fara í Tottenham með það? Ég veit Hvert fer hann? Hann fer í sátíð, ég held að sé bara maksa samningi síðan hann og snillingur sem umbásmörnas með alveg snillingur. Það ekki svo líklegast. Jú, það mjög líklegur áfangastæður fyrir Það ekkert þessu stóru liðum að fara að taka hann PSG, Real, Barca, Tottenham. Það væri kannski Milan, annarkort AC eða Juve. Hann gæti reyndar að láta 2 mjög góð tímabil hérna á Ítalíu. Með Juve? Já. Það væri þetta þegar þú segir það. Þetta eitthvað Fabrizio Rodrigo, ekki falla fyrir. Við erum að lesa skjáin hérna. Tyrkland líka, hann geta aðeins. Þeir geta alveg borgað. Aðeins til Tyrklands. Já. Já, steipustöðin með Dr. Fútból. Við elskum þessar hellur eins og allir ættu að gera allt fyrir garðin, allt fyrir að fegra í kringum þitt heimili fæst hjá steipustöðinni. Við færum okkur yfir á leik Sviss og Kólumbíu sem á frábærum tíma, hann klokkan 8 í kvöld. Já, geðvögt. Einleikurinn sem við vorum að tala áðan klokkan 4. Kólumbíumenn eru líklegri
Ég er nú að leita að því hvar leikurinn er spilar. Hann er spilaður. Ég held að Sviss er samt ekki búið að tapa í síðustu 7 leikjum. Ég var búin að segja að við værum búin að kveðja Kanada. Þessi leikur fer fram í Vancouver í Kanada. Og ég veit ekki hvernig staðan er á Kólumbíumönnum í Kanada. Það er nógum í Bandaríkjamönnum. Ég ger ráð fyrir að stúkan verði gul í kvöld. Strákar, Sviss Ól segir að það verður að tala Mansambi sé mjög tæpur. Það er verið að tala að Vargas og Gibril Só séu allir sko þeir eru látnir fara frá liðum er þeir veikir? Þeir eru eitthvað veikir og þessi nú er látnir fara til að smita menningi sko. Þetta er áhugavert. Finnst ykkur ekki merkiðist okkar þegar ég sá John Duran skjótast fram á sjónasviði hugsaðu bara, ég bara geðvikulega bara á mörkin sem var að skora á þetta sko. Já, maður held að það væri bara komin ykkur ný skepna. Hann er ekki 26 mann á Kólumbíu. Það er rosalega. Hvað er gamall? Ekki gamall. Hann er bara 23 ára eða eitthvað. Já, 22 fyrir ekki. Shit. Já, þetta er ótrúlega menna strák. Einhvern veginn, sko, hann er líka í vestu deild í heimi til að skori. Hann er í Rússland. Það er ekki hægt að skora í Rússlandi. Hann er alveg að taka seðilinn líka, sko. Hann getur alveg verið sáttur með það, sko. Hann er að taka alveg seðil hér og þar. Al-Nassr og Zenit. Hann er kannski mótt býða aðeins með þetta Al-Nassr múfað. Með sæðlega penningarnar. Sko, talaði ekki fyrir okkur allra. Við höfum verið hrifnir af Kólumbíumönnum í þessu móti. Gjössanlega elska. Og sjá James Rodríguez aftur í gírnum, hann er bara æðislegt, sko. Og svo er þeir með besta leikmann í heiminum sem við vorum að tala um. Það er Luis Díaz. Besta leikmann í heiminum? Eitt besta leikmann, top 10. Jú, hann er mjög góður, en jú. Ég myndi setja hann á top 10, held ég. Já, ég held að síðan. Missa frá Leopold var bara mesti missir sem við höfum mist í mörg ár. Já, meira áttalegmaður, Luis Díaz. Davinson Sanchez búin að vera mjög góður í þessu móti. Sem er kannski óvart. Svona með það sem að verður síðan í tíðina. Hann er betri með landsliðinu félagsliði. Já, bara búin að frábæra með landsliðinu. Ef það er eitthvað sem hefur hillað mig á Kólumbíu sem ég vissi ekkert af, þá er það Puerta. Hrikalega orkumikill á miðinni, sérstaklega í Portugal-leiknum. Ég myndi vilja sjá hana leikmann Englandi. Real Racing Club, hann er þar. Racing Club er hann, þessi strákur, Gustavo Puerta, bara 22 ára gamall strákur. Lítill, bara box to box, sko. Já, 1,71. Sviss auðvitað eitt af þessum fámennu löndum sem er eftir í, bara 10 milljónir sem búa í Sviss og við höfum svona verið að kveðja þessar fámennari þjóðir. Þetta er leikur stóru strákana, HM, og það eru stóru löndin sem hafa algjörlega tekið yfir geimið. Það verður gaman að sjá hvort að Sviss oft verið í vesina á HM. Þeir hafa ekki unni leiki útsláttarkeppni í 20 ára. Já. Farast alltaf hann gæla? Er alltaf það. En eru núna tablusur í síðustu 7 leikjum. Þannig að þeir eru svona hversu slakur er Ronaldo? Já, það er einhverja spælingar þarna. En er þetta ekki bara Kólumbíar var að vinna þennan leik og við fáum ógeðislega skemmtilegan leik í áttalúrslitum, Argentínu Kólumbíu? Það er leikur sem allir vilja. Það var geðveikt. Sko, færa þann leik bara til Miami. Já. Kynna fólki fyrir alvöru Cannonball stemmingu, sko. Það var í geggjað, sko. Og þá vil ég þannig stemningu. Hann verður haldinn í Kansas. Já, alltaf er að leikur, þarf að fara í skjáin, þá mæta allir leikmenn Kólumbíu og Argentínu með dómaranum í skjáin. Og við fáum sjúkrabílinn, svona golfsjúkrabíl, hafið ekki séð það? Í Copa Libertadores. Þar mætir hann inn á, tekur menn út af, þeir koma svo aftur feskir inn á okkur ótrúlegan hátt. Já, en það er svo meira áttar þessi breyting að refsa mannum í mínútu. Það er svo frábær breyting. Menn er ekkert að henda sér niður þá. Nei, bara svo mörg móment á svo móti sem að maður veit að leikmenn hefur kreist allt út úr. Leið bara vel, sko. En það er svona, þetta er drauma áttalúrslit Kólumbía, Argentínu. Við höldum með þessum liðum í dag. Er það ekki? Jó, ég held líka bara að komi nóg af Evrópuliðum. Ég þarf ekkert Sviss þarna. Nei. Við fáum líka eftir 2 ár. Það er bara staðan, það nennir Sviss enginn, sko. Þetta eru sömu gæjar og voru að spila við okkar stráka á EM sumir, sko. Ég veit ekki hvort að einhver tekið. Þetta eru flotti gaurar. Og þessi Mansambi, ég veit ekki hvort að einhver sá þetta. En það var á moment í Aston Villa, það er kannski 3 Aston Villa stundismenn sem er að hlusta, að þessi Mansambi tók á bara heilan væng þarna í leiknum. Sólaði einhverja 3.
og þú þurftir ekkit meira þetta til að sjá að þarna væri einhver helvitis talent á ferðinni, þú veist, ég var ekkit að horfa á hann á Freiburg í vetur sko, en hann tók á bara hálfa vörnina hjá Villa í úrslitaleiknum 2003 og þá var maður 2005 já, hann er fættur 2000, hann er bara 20 hann er október 2005 og það eru svakalegir hæfileikar í þessum strák Newcastle verið orðað við hann Newcastle voru reyndar að kaupa eitthvað strák í dag hvað lifar hann eftir? Eitthvað í Ajax, eitthvað 16 ára eða 17 ára eitthvað hannig þeir eru búin að vera skemmtilegir 18 ára eitthvað, ég maður það ekki það hefur allan að klára díl fyrir þennan Sean Stoyer aldrei heyrti með hann, ég veit ekki neða restrákur, á leiðið þangað ég vil fá hennan í Newcastle hvern? Angelo Stiller ég horfa, sorry, ég ætlaði að segja það þið myndu fatta að ég sko að fleiri fréttir af heimsmeistaramótinu það er nefnilega nóg að vera gerum það með Nokko fyrir 11 ára síðan breyttuður í leiknum þegar að sykurlausir orkudrykkir það var nýtt á nálinni en í dag þá erum við farin að þekkja þessa vöru upp á 10 það er svo sem við vorum svo búin að segja frá því að Roberto Martínez er hættur með belgiska liðið og við vorum búin að segja frá því að Jürgen Klopp tekið með þýska liðið sem er frábært sem er mjög skemmtilegt það er að labba þarna úr skemmtilegasta giggi í heimi þessi snillíkur er að Jorge Jesus er nýr þjálfari Portugala og hann mun mæta með sitt 30 manna teymi eða ekki? Jú, hann mætir alltaf með sitt stóra teymi með sér veit enginn sko mammans Mauricio Pochettino var að biðja stuðningsmenn Bandaríkjamanna að hafa trúna eru þið búin að sjá hérna dæmið þar John Stones var að stríða Thomas geðveikt hann var ekki skemmt til að byrja með sko. Nei, svona, það er ábyggilega sko það er engin maður sem meira trúir því að farið úr axlarlið en John Stones það er mjög on brand fyrir hann þetta er víst við hefum náttúrulega römbuðum á hann við vorum ekki að bögja en Albert Ingarsson fór aðeins í hann og hann sló bara Alberti ég sé hann oftar í maðurstur og hann virkar helviti skemmtilegu gæði sko. hann er bara fokk það fór fáránlega vel á með Albert Ingarssoni og John Stones það, sko, Stones var út að borða með konu sinni það var ekki alveg á bingospjaldunum þegar hann fór út að hann fengi Albert Ingarsson á sig í 25 mínútur sko. og konan hans var bara í símanum á meðan með að Albert var að böggast með eitthvað Arsenal dæmi Steini og AI að fara yfir stöðuna það var á Monkey hópnum og breytið svo í skemmtist það þannig að þeir voru þarna léttir, ljúfir og kátir en sko fleiri fréttir af þessu öllu saman sko nú eru eiginlega eitthvað sko hvort þeir eiga áfrýja þessu rauðaspjaldi á Kwanza ég held að þeir sé ekki með neitt case þar nei, það var bara pjúra rauðspjald ég held að sé ekki þó að það var verið allt og hátt með löppina sko hver er staðan á Rhys James? er ekkert, mér fannst svona með fyrstu fréttir hann er klári áttalega ég held bara, þetta voru vöðvamisli mér finnst þetta svona erfitt að riska þessu hamstring líka sko sko Rhys James í fötum þá myndur að halda að það væri eitthvað svona feskur gaur kannski sem að á næturklúbb sko við gæti átt einhvern góðan stað að við þessi þáttu hana Powers nei ég sé þá, ég veit hvað þú ert að tala um en ég bara satt á Chelsea-Liverpool þar sem hann var í hægri bakgrunum og ég satt frekar neðalega ég bara hef ekki séð annað eins unit sko. hann er rosalur, lærin á honum eru svona eins og lærin á okkur öll sama sko. þetta er svona ákveðin skepna nú er einhverja fleiri fréttir svona sem hafa vakið ykkar athygli náttúrulega Ruben Díaz rauk úr þessu viðtali Quaresma brjálaður í Portugal nú mér aðs bara svona ég rendaði eins yfir á miðlana í morgun mér aðs svona Kanandir eru svo fyndnir þeir eru fljótir með þér í lið og halda með þér og styðja en þegar eitthvað kemur eins og bara þessi mistök sem markmanni gerði þá verða allir brjálæðir bara þeir eru fljótir gegn þér og eru með þér sko. það er ekki bara eðlilegt að verða brjálæðir yfir þessu jú, en það var bara yfir skilur þeir voru bara leiknum sko. það var einn gæði sem kom með bestu hugmynd sem ég heyrt að hann vildi fá draft sem er 4 árum fyrir og safna svona bestu íþróttamönnum Bandaríkina fá LeBron James til að fara í markið þeir eru svo rugglaðir líka sko. og hann var ekkert að grína sko. þetta er fjölmiðlumæður úti sko. þetta er ekki bara eitthvað trúður sko. Nei, við mikill hiti í Portugal þennan morgunin og veistu hvað, það er svolítið ánægilegt
að belgar hafa bara jarðað kannana. Já. Vitið hvað ánægilegast við það? Þá er hægt að tuða yfir þessu að Balogun spila. Já. Það er eiginlega alveg meiri háttar. Þetta tuð hefði haldið áfram. Já, ég pældi hann hefði skorað Já. og tryggt bara sigur. Það hefði allt farið á Hann færi aðna. Þar sem hann ekki geti jafna leikinn. Já, en í end of the day þá er þetta bara Balogun, sko. Já. Þetta er bara Balogun. Það er nefnilega ágætt að menn nátti sig á því. Ég var henda okkur yfir í íslenska boltan. Bestu deildina. Dýfum okkur aðeins í hana. Já, Teija með Dóttarfútból. Núna ég er með posa. Já, menn skulda það bara Já. grítur þessi grillið. Ég var pælt í þessu. Ég skulda þér enda pening. Ég er bara með í vasanum er ég búið með verkefni. Já. Mjög aggressíft. Gerir þetta bara. Já. Veit ekki hvort það megi bara. Nei. Þetta verði eitthvað að vera eitthvað reikningu bak við þetta. Ég borga alltaf inn að með að setja illa. Já, Teija með Dóttarfútból veitingastafur mánaðins. Já, Teija er haninn kjúklingastafur. Já, geðugur. Það sem að Okkar svar við Nandos. Já, geðugustafur. ég skil ekki á hverju ekki fleiri kjúklingastafur á Íslandi. Já, það er galið, sko. Mínir uppáhalds og hannan eru eiganinnir. Já. Þeir eru svalir. Herðu. En það er eitt, sko. Erum við Íslandingar farið að fyrra sofa en við gerum í Kanada? Munið þið eftir tímanum þegar það var alveg stappað alltaf Amerikan Style klóðan svona 11:30 á kvöldi. Klukkan svona upp úr 2005-06 öll lið utan á landi hittust á Amerikan Style þegar það var opið til 11:30. Já. Veitingastæðar voru opnið til miðnættis. Ég var að labba, að bíða eftir leiknum hjá Englandi. Það er bara allir sofnar á Íslandi miðnætti. Já, mjög aðeins líka og það er ekkert svo mörgur sér 10, 12 eða eitthvað Castello var bara opið til 11:30 sko. Já, það var allt opið til 11:30 og ég meina sjoppuna, við vorum að hanga út í sjoppuna til 11:30 á kvöldin. Já. Og enginn fór að sofa fyrir klukkan 1. Nei. Það myndi mig bara að labba um Svíþjóð. Það var alveg, ég bara, hvað er í gangi? Og enginn að djamma einhvern veginn. Maður er einhvern veginn einn að reyna að smali eitthvað djamma á sunnudögum, sko. En ef við kíkjum á leikinn í gær, Keflavík 1, Fram 1. Flott úrslit fyrir Keflavík, bara frábær. Þeir halda að fara bara að safna stigum að sem þeir eru að gera. Og þarna komin í 16 stig, 8 stigum frá falli. Ég held að þeir séu bara mjög góðum stað þar og mjög sátti með það eins og stað núna. Minnst þið Stefán Ljúbisits góður. Já, það var mjög góðu skalli hjá hann. Bara vel klárað og getur ekki séð hann í ykkur stærra liði? Jú, ég meina hann er búið að prófa. Já, það er búið að testa það. En betur, hvað var hann gamall þá þegar hann var í KR? Ég held að hann líði bara ógeðslega vel þarna. Hann er bara heima á sér eitthvað neginn, hann færi að vera aðal maðurinn. Það er bara best að hafa hann. Hvað eru mörg á síðan að vera í KR? Það er 3 ár eða 3-4. Já, 4, kannski var ekkert hérna. Það var hann bara 22. En núna er hann miklu tilbúnar í eitthvað svona held ég. Þegar eitthvað svífur að tegnum og hann er að inni. Skepna. Alvöru unit maður. Og svo náttúrulega Kenny Chopper, það er svo sem við ekki fleiri orð til að lýsa því hversu öflugur hann er búin að vera. Já, styrlaður. Og líka bara voru búin að ræða þetta eitthvað, ræða þetta eitthvað, þessa útfærslu og aukaspundinni. En Alfa Conte hann var góður. Já, hann er alltaf góður. Það er hann ógeðslega ógnandi. Þeir eiga bara að gera allt, bara hringi í alla kallana sem eiga peninga þarna og segja bara, kaup mér að gæja bara nokkra milljónir, sko. Þetta getur verið leikmaður sem eru frábært á nokkra röð, sko. Getum við aðeins skoða startið í þessum leik. Það er að segja, ég fór bara að hugsa til þess hvað liðin áttu mörg skota á markið. Já, þetta voru einhver 3-4 skota á markið sem að liðin áttu. Þetta var, sko, ég hugsaði bara með mér því að þeir kannski bjarga með strákunir í bestu deildinni frá þessum Spán-Portugal. Nei, þeir gerði það ekki. Nei, það var ekkert frábært viðurna heldur, sko. Nei, þetta var ekki þungur völlurinn aðeins, góður en þungur. Já, þungur, það var svona smá rok og rigning og þetta var ekki bestu aðstæðu að spila í Keflavík, sko. Ég var að gera þetta upp, þessa umferð. Já. Þið megi bara að setja upp umferðina strákar svo þeir muni eftir sig, þeir búið að spila þetta út um allt. Algjörlega, ég er að fara í hana en að fatta þetta, sko. Já, sko þetta með Kia, sko bestur í þessari umferð. Ég er með sjátt þar. Já, hvað er maður? Þóru Willums. Já, skorar. Kemur inn á, skorar, tryggir sigur. Sko, haldið, ég var að ræða þetta í gerfi. Já, ég heyrði það. Að finnst ykkur ekki hann að prófa sem bræður að skerða ekki? Fara fyrr já, út. meðan stali pæling. En þú veist,
hefur þetta samt ekki gengið bara nokkuð vel hjá bræðrunum? Bara, Þeir eru báðir mjög flottir allir. já, þú veist, þeir tóku smá, blókuðu sig í íslensku deildinni, fóru svo bara út og það bara gerst ágætlega, menn þeir eru í Já, en þeir eru svona, myndi ekki segja að vera toppatunum, en Nei. þeir eru bara svona mjög flottir. Já, bara þeir eru allavega að drífa til Það Hollands. meina bara til að ná svona Gylfa Sig Ég er bara svona, já, ég er að tala um ef hann ætlar að ná einhver svona aðeins meira, þá þarftu ekki bara að fara fyrir Já, og svo er líka bara komin leið fyrst mér og við höfum alltaf ekki að það er engin leið og það er alveg punktur. Mér finnst vera komin leið sem er búin að sanna sig smá núna, það er Danmörk. Já. Mér finnst frábært að Arnarbergi sé að fara ánga. Tómas er ná í gegn hjá AGF, við megum ekki gleyma þess, skoraði 2 mörk í 10 leikjum í besta liðinu. Svo ég held að það sé bara frábært. Já. Því að ég held að hollendingurinn og Viktor þekkir og englendingin, við tengjum minna við þessar típur. Sko. En Holland hefur nú reynst okkur þokkalega. Nei, það. Jói. Já, Jói eiginlega fyrir beint í aðlið. Aron fer náttúrulega ekki í aðlið, hann fer til Englands. Kolli fer í gegn. Já, hann fer náttúrulega, hann byrja samt í Hollandi. En það er rosalega margir sem fór ekki í gegn. Munnið ekki mjög litlu að Jói Berg hafi farið í Hamburger Sporturan. Jú. Það var eitthvað allt vittlust, manni. Já, það var ákveðin maður inn í þeim díl. Já, ég veit ekki hvernig það var. Ég ætla ekki að fara dýbri í þetta. Ég skal taka eftir það. Það var alltaf sjóð upp úr manni. Hann reyndi að henda mér líka á það. Já, ég vilja sjá sem flesta í Hamburger Sporturan. En allavega. Þá, sko, Aron Birkir verður líka að fá okkar sjátt. Þetta markmaður fyrir þetta mark. Já, ég held þetta sé fyrst markmaður fyrir ég held þetta hlýtur að drífa hanga þetta verður fyrst kids getum við komið þessu einhvern veginn inn í umræðinu bara Puskas? Já, ég held þetta sé komið ánga þeir held ég með öll mörg en málið er þetta var bara one-cam leikur og þetta sést ekki alveg nógu vel í sjónvarpinu. En við þurfum að fá okkur fleiri að hlýtur okkur spídjó. Við þurfum að fá spídjókamerun á þetta. Siggi er með eitthvað spídjó vel sem að greini leikinni, ég myndi halda að hann og Eiður séu með það. Já, hann verður að vera með spídjó í Eurostel, sko. En það sem er líka best, sko, Sörens fer inn í markið og er með andlitið geðveik myndin, sko. Og það sjá Sörensinn alveg með andlitið í gegnum netið boltinn í markinu, þetta var geðveikt. Þetta er líka bara dettur í vinkilinn, sko. Þetta er ekkert eitthvað skoppin í markið, sko. Hann bara neglir þessu í vinkilinn, sko. Er ekki okkar maður í Eyjum, Linda? Er hann ekki þjálfarinn? Þjálfarinn, allan daginn. Klárt. Ótrúlega hvernig hann hefur náð að snúa þessu við. Ég held að væri ekki hægt að snúa þessu. Ég hugsaði bara með mér, Eyjar, þið getur ekki eins og skiptum þjálfara því að það getur ekki snúa þessu við. Jú. Maður sem gat snúa þessu við er bara á svæðinu, Alexander Linda. Þeir virtust alltaf að trúa honum því að það kom aldrei eitthvað háar rattir að maður verið að vera rekan. Jú, var ekki eitthvað aðeins farið að kvissast að... Mér fannst ekki einu seti valsleikina maður. Mér fannst það þegar kom einhver saga strákurna sem var að koma í IBF svo hætti hann við það og þá heldur menna að hann væri mögulega að fara. Já, það er fyrir fram í mér. Það er staður, rakarastóllinn í Vesturbænum í Kópavogi. Það hefur ekki farið á það. Þetta tala um það nýri í Kársnesi. Já, Benna og þeir, þar eru bara vestmanningar. Það er verið að röfla allan daginn. Það hefur ekkit verið neitt að töði yfir honum. Nei, ég held að hann fá kannski smá sens, kemur kannski ekki það sent, hvenær í janúar. Nei, hugsaði ekkert eitthvað bilað. Hugsaði í enska boltanum eitthvað, hann kom sent, hann kom ekki fyrir 4 mánuðum fyrir að tíðanum byrja. Já, nei, við þurfum ekki að vera orkinunum þar. Nei, þetta er bara geðveiku viðsnúningur hjá Eyjamönnum og fáránlega velgerð. Þeir eru 7 stigum núna frá fallsæti. Hver hefði trúað þessu að þeir væri svona fljótir að snúa þessu við? Maður bara brosir alltaf ef maður horfir á Káir hann í öðru sæti. Pældi í Káringunum. Þeir eru búin að 2 stig gegn Nýleónum í síðustum, hvað, er ekki síðustu 2 leikir? Já, þeir eru samt enda grjótsolid í öðru. Er þið með, sko, ég nenni ekki að hafa Sörens sem búðingin. Nei. Því að þetta var bara eitthvað 15 mínútur í einhverju sjokki og svo var hann bara flottur eftir það. Já. Það er ekkit gaman að fara eitthvað hjóli Sörens, búðingur. Ég bara þórið ekki, ef ég var ekki svona hræddu við hann, þá myndi ég segja Lárus Orri fyrir að hafa tapað þessu leik. Já, því að þú veist, það var ekkit sem stemdi að vera að fara að tapa þessu leik. Nei, miklu betri. Fundi einhverja leið. Búðingurinn í... Ég er alltaf til að henda búðingum á menn, en ég bara finn ekki neitt núna, sko. Ég er að reyna að finna eitthvað, sko. Þú veist, Káa er lætt að bjóða upp okkur að búðinga þar, sko, en samt að endan að vinna bara Víkingur 3-2, sko, það er bara rétt úrslit, sko. Áttu bara fína leik. Við erum búin að henda þeim það ofta, er ég að ekki skilja núna. Nei, hvað ég var að segja? Stjarnan, hvað sáleikar aftur? 2-2. 2-2, nei. Það var ekki enginn þar neitt. Nei. Búðingurinn þennan daginn er, það er enginn gamli markurur Tyrkja. Svo ég er með vonda fréttir, allan að ég er ekki með staðfest en að Ólfur Heiðarsson er fótbrotinn.
Er það komið eitthvað? Ég allavega heyrði það á laugardaginn. Já. Það væri nú bara nokkuð pottet, sko. Ok. Hann var á hækjum og væri fótbrotinn, sko. Sama bein og hann hefur brotið áður. Já. Það er vont. Ég er með góða Já. fréttir fyrir Blika. Já. Hlynur Freyr er bara staðfest. Hann er bara leiðin heim í flugi og mun skrifa undir líklega í dag á morgun. Eitt sem ég veist skrítið með Breiðablik, talað Breiðablik. Já. Nú er hérna ekkert ólíklegt að Kristoffer fari í val eftir tímabil. Arnar er að fara til Danmerkur, það er bara klárt. Þeir eru bara þá ekki með framherja og þeir eru ekkert að pæla í Árna Vill. Nei. Árni Vill er að fara í Stjörnuna. Það er bara komið. Já, það er bara því að Breiðablik hefur engan áhuga á honum. Nei, það er bara út að ég veit að það er bara út að launum. Hann vildi hærra en þeir voru tilbúinir að valuation á. Ég veit samt að hann var ekki að biðja með eitthvað brjálu laun, sko. Já, ég heyri annað. Já. En ég held að Kristoffer Ingi muni enda í Breiðablik bara áfram, sko. Já, ég hef nokkuð pottur á því. Kili, myndið þú taka Árna Vill? Nei. Af hverju ekki? Að því að bara, þú veist, við erum með lið sem við erum að byggja upp. Við þurfum ekkert Árna Vill, sko. Við erum ekki að fara að vinna titilinn, sko. Þú veist, vinna bikarinn í ár. En hvað ætlar að gera næsta ári? Hvernig ætlar að fá næsta fram með ári? að Kristoffer fer? Við verðum bara að taka þessi stráka sem eru ungir og við verðum bara að spila þeim meira og kannski vinna titilinn til 2 ár. Því ég held við séum ekkert að fara að vinna Víking á næstu 2 Ef árum. þeir geta eitthvað að fara þér. Já. Já, en þú veist, við erum með samt Úst, stráka við erum með Kristinn Arfa, við erum með hann er Þóra Andersen Hafsen. Vilhjálmsson. Þeir eru ekkert að koma snáðast Víkingunum á næstu 2-3 árum. Ég var að segja, jú, þú veist sem menn bæta sér svona mikið á 2 árum. Ok, nú ertu Mér með... mann setti Blikaleginu sem var Íslandsmeistar á endanum. Þeir tóku 1-2 ár áður en eru Íslandsmeistarar. Þeir eru að spila Víkingur, þetta er Víkingur, þetta er bara önnur skeppna. En núna Ja, ertu þeir voru með... að spila FH sem var líka skeppna á, sem er heldur búin að vinna fleiri titli en Víkingur er búin að vinna. Nú ertu með Ekki? Arnar Bjarka, hann spila Já, vel, já. hann er seldur. Já. Þór kannski geti fara að spila eitthvað núna, hann verður seldur. Já. Hvar ætlar að fá þessar bestu leikmenn, ungu leikmenn? Það eru fleiri en það, Birkir Þorsteins er hana. Kantmaður. Já. Jóndar Guðni, ég held að Jóndar Guðni sé góður, ég held að þurfum bara að koma honum í gang, til dæmis. Ég hef alltaf tekið Árna Vill. Já. Þetta Þú verður þarft alveg eldri leikmenn líka með. Já, vissulega, en við erum með Höskuldu, við erum með Viktor. Já. Anton Logi er alveg Já, ég 2002 er að tala modell, um framherjar. 3 modell. Við slumum halda áfram fyrir ykkur sem er á leiðinni. En er það ekki bara svolítið garanterað að Adam fari í káa? Já, hann var flottur það. Fyrst að hann er brotinn? Jó, líklega. Það er rúglega bara, ég held að hann hefur verið á leiðinni, Keflavík eða FH. Það er fyrst með stór fyrirlistrákar, er það ekki? Já. Meðferðin á honum hann er í Hlíðarenda. Jó, mjög skrítinn. Hann spila bara mjög vel og svo bara allt í einu fristur. Hann á einhvern veginn eitthvað auðvelt með að komast undir skinni á þeim. Já. Því hann var líka, hvað var það, 2022 í val, þá var hann að spila mjög vel, svo bara allt í einu fristur. Ert þú á leiðin til útlanda? Þá að sjálfsögðu kíktu á ferðapakkan, þá getur þú borga bara gagnamagnir sem þú ætlar að nota úti bara strax og þarf ekki á að áhyggjur af því að koma einhver negla á heimabankan hjá þér þegar þú kemur heim. Ef við kíkjum aðeins í þá næst bestu, ef svo má segja. Já. Það voru náttúrulega áhugaverð tíðindi þar, völlararnir, þeir halda áfram að safna punktum. Gott Settu stig á bara móti Leikni. útispilar í marki í setna á leik og hann bara, já, hann náði stig, Já, ótrúlegt dæmi. herði, hvað svona, ég ætla að leifa ykkur aðeins að taka einhver úrslit úr þessu, hvað fannst ykkur svona standa upp? Nei, risastórt í Njarðvík, þú veist, hefði verið tapað þessu og hefði verið konur heldur langt frá þessu. Það er bara málið, hefði verið 14 stigum og meðan Leiknir er í 19 og svo Vestri og var í 21, þetta hefði verið svolítið mikið gap, svo þetta var hrikalega mikilvægt að vinna þetta líka, bara statement að vinna Þróttarana. Þeir hafi verið í brasi með á síðustu tímbil, sko. Já, Og Þróttur, já, ég held að ef þú segir Sigur Egill, ég held að þetta muni ótrúlega miklu verið Þrótt. Þeir þurfa bara að halda sér í playoffinu sem gera held ég alltaf og fá hann aftur inn feskan fyrir það. Ég held ekki unnið deildina ef Sigur Egill er ekki með. Nei, Njarðvíkingar, Davís Mári ábla bara að horfa, herri, þetta er að tróða þessu í topp 5 og þá fer ég með þetta upp. Nú, eins og Keflvíkingarnir gerðu í fyrra. Og Afturölding og Vestri og... Já, en þú veist bara, að þetta er nágranna Gróta unnu HK 2-1 og var það ekki Minn maður Kjeld með assist. hversu góður þessi Kjeld? Hann er drullu góður. Ég þjálfaði hann að strák, hann er bara fáránlega góður í fótbolta. Ég elska attitúti í honum, þetta er svona alvöru töffari. Þetta er bara svona, já, bara alvöru töffari, sko. Já, 2009 fættur. Ógeðslega hæfileikaríkur, góður í fótbolta, gott vision, góð skot, góð sendingar, hann er bara svona svolítið all around. Já, ég held að þetta sé eitt besta sæn bara í ár því að þeir geta selt hann á hellingspenning.
Gróta. Hann er ógeðslega góður. Hann skrifaði undir samning Hann skrifaði undir samning til 2 ára. Hann er ekki lánið henni svo leið. Nei, þeir geta selt hann jafnvel út. Ef ekki, þá selja hann bara í Breiðablik, Víking. Náttúrulega skelli hlæja þeir selja hann aftur í Val, sko. Hann fer aldrei eftir í Val. Nei, ég held ekki. Matthías Schell. Hann er 16 ára, sko. Annar leikmaður sem ég er bara búin að gleyma slengi, hann er búin að hrikalega mikið meiddur. Ég er búin að sjá nokkra leiki á Gróttu. Hann gæti orðið rosalur í liðaðstild. Tristan Freyr Ingólfsson. Já. Hann er bara svo emreið upp kantinn í hann að lengjadildinni. Sko, við hefum oft séð lið mæta bara þess að C-dild og geta ekkit í B-dild. Þarna mætir hann með unglið upp úr deildinni og þeir eru klárir í þetta. Svo að minn maður Markinan Grumi, hann hefur verið mjög flottur þarna. Yngri bróðurinn, þú veist, ég byrja oft mikla verðingu fyrir yngri bræðurum. Hann er lítur rættur, Kyle McLagan. Já. Hvað heitir hann aftur? Talað yngri Smelt á hann, McLagan. Hann heitir ykkur skrýtnu, ekki Kyle. Hann heitir ekki Kyle. Já. Hann heitir Caden McLagan. Aron Kristoffer AK-47, hann kloppaði nú bara einhverja 2-3 ára en hann slumma honum í markið. Og það var, svona faglegt matmann að þetta hafi verið mark vikunar í lengjudeildinni þessa vikuna. Þannig að það er alltaf að taka eitthvað jákvætt með sér úr öllum þessum leikjum. Hinn úrslitin Fylkir vann Ægi og Íringar eru ískaldir, töpuður ekki? Jú. Þeir töpuðu fyrir eldingunni. Voru samt spilamennskan góð, heyrði ég viðtalið, en úrslitin ekki nægilega. Það er svolítið mikill munur og ég er að hafa mist Adna Mark Ásland. Hann batt þetta svolítið mikið saman, sko. Það er bara, ég sé það í þeim leikjum, það er svolítið mikið barnælir mistök heldur en gerðu, sko. Já. Þetta var lengjudeildin og svo í annari deildinni það er bara einn kongur, sko. Þar er það Dallas. Neitar að tapa. Hann neitar að tapa. Dallas er bara, sko... Þeir eru í besta forminu. Það var náttúrulega þessi suicide hlaup sem voru í gangi en í allan betur. Þau eru að skila sér. Það heldur betur, bara... Hann er að sko dæla inn til manna bara, heyrðu, leikurinn er 90 mín plus. Já. Þetta er ekki 90 mínútur leikur, þetta er 90 mín plus. Og ég er að heyra frá fólk í Norðurlandi, þetta er svolítið svona orðið lið Norðurlandsi núna. Ég hef heyrt að káa sig eitthvað að horfa til hans. Já, en bara svona í fullri alvöru, þá er þetta flott hjá Dalvík og ég held að sé sjaldan, við höfum sjaldan verið með, þú veist, við erum með Selfoss með sitt lið, við getum sína leikmenn, við erum með Fjölnis, við erum bara reysa klúbbur, Hauka, þetta er hrikalega vel gert að vera gerist í þessu deild. Sko, eitt varandi Dalvík Reyni, af því að mér snú oft mínir menn Ásgúrstönd greimast í þessu að það er strákur sem er víst öflugur sem er í eigu Þórs. Þórsarni getur kallað hann tilbaka. Hvað segir við því? Er ekki Atli? Tala hann? Já, ég bara man ekki nafni á hann. Það var verið að segja mér að væri einhver öflugur strákur. Já, það er Atli Þór Sindrason. Já. Ég held sért að meina hann, sko. Já. Hann er öflugur. Já. Hann er mjög öflugur og hann er bara búin mikið meiddur. Það er bara málið. Þess vegna bara ákvaða Sigga lánan og bara láta Hötta koma í gang. Já. Hann er flottur, sko. Hann spilaði hellingi fyrra. Já. Þetta er greinilega leikmaður sem skiptir á miklu máli. Það var einhver að segja mér að hann getur verið kallað tilbaka. Já, ég get alveg trúið. Þórsurum vantar svolítið breyta á fremstöðunar. Já. Þannig að verður áhvert að sjá þetta. En ég vona Hötta vegna hann verði ekki kallaði tilbaka. Heldur fáir sér frekar leikmenn sem eru prúin í öðstild. Gói Lýðs á fyrsta ári að taka sér deild bara á leikasíðan. Já, líka bara, þú veist, með Pablo Messir og Óskar, ég myndi nú ekki segja leikasíðan. Nei, hann er ekki leikasíðan. Það er 4 stig í Selfoss. Já, en þið sjáu að hann er 28-14 markatölu. Já, en ég held hann að bara fengið gott budget og hann líka fekk líka, ég held sér besti leikmæður þegar hann var á sínu róli, sko, það er Jónatan Bardal. Jónatan Bardal er helviti góð leikmæður, sko. Það held ég. Viðar er ágætur líka hana. Hann er alveg að setja hann, sko. Já. Leggja upp. Bardalinn er þarna. Já. Viðar er þokkalegu líka. Já, Viðar er Kjartarsson. Já, auðvitað og Jóndaði, skilur. Já, þeir eru nokkru fínir hana. Já, þetta er stjörnundar að standa sér vel í þessu. Hvað með litla kantaraminn í Kára? Men ekki litla kantaranum í Kára sem að byrjaði mótið með einhverju þvílíku. Mattías, heitir hann það ekki, má ég sjá, flettu niður. Mattías Staði, já, hann er sprækur. Já, Mattías Staði Gunnarsson. Byrjaði hann ekki mótið með einhverju þvílíku. Byrjaði svakalega, ég held hann að byrja á fernu eða eitthvað, það er einn þrenna. Hann er búin að skora eina þrennu í mótinu, strókar. Nei, þetta er ekki bara, þetta er lengi byggarinn, jú. Já. Kannski ekki til neinn tölfræðum. Ég held að drífi bara tölfræðin, drífi bara niður í fyrstild. Á þessum helstu síðan farin á KSI að finna tölfræði, ég er bara signað með orðin í reyniða, sko.
Alltaf Hún hjólið ekki að röflega þessari. Þetta fer alveg massíft. Já, hann er komin Það er 9 mörk. já, hann er 10 frábær leiki 9 mörg. Já, það er alveg Get ég sé markaðustu leikmenn í annari deild kalla? Mér finnst alltaf gaman að skoða þetta. Já, markaðist það er hann. Matthías Daði, já. Sigur Hrannar Og Viðar. Viðar. Svo er það Áki Sölvason sem menn gleyma oft. Það mennir svo. Lítið rættur Svo að svolítið á honum. Og svo er það Joey Infantino, verðist það að náði einhvern gullmóla þarna í Naim Hamdi. Já, ég reyni að bera fram þetta nafnana í Fjarðabyggð, hvað var það? Má ég sjá það? Ég skal reyna það. Ef ég sé nafnið, fara tilbaka, lefum mér að sjá markaðustu leikmenn aftur í annari deildinni. Lof mér að sjá nafnið og þá skal ég koma með það fyrir þig, elskan. Já. Þetta kannski skiptir ekki öllu máli. Tæknin er að stríða okkur þessi KSI síða. Ég myndi bara að fara í bakk, þú ert alltaf að fara áfram. Já, þetta fór í eitthvað algjört rugl. Já, þetta er bara flóknar en fólk heldur. Já. Þetta er það. Það er heila máli. Þessi, Þannig kemur þetta. Javed Abed El Rezak Ég myndi segja síðan þetta bara eins hratt og þú getur. Bomedani. Ok, vel gert. Þetta er önnudeildin, já, gaman að fara yfir þetta allt saman í miðju HM aðeins að bæli í C-deild og B-deild hér á Íslandi, fullt af hæfileikaríkum strákum þarna í boltanum. Auðun Helgason og félagar í neðsta sæti, og eitthvað sem segir mér að hann er ekki sett sér síðast. Heyra var svo sannarlega ekki sett sér síðast. Það er eina sem ég get lofað ykkur. Þannig er ekki. Þakka auðvitað mínum mönnum, Arnóri og Daða Ómars fyrir að taka upp þáttinn og leyfa ykkur að vera með. Ef við skoðum bara aðeins hérna, já, það er greinilega mikil eftirspurn. Já, við glemdum aðeins að fara yfir leikin í kvöld, Víking. Já, Víkingarnir í meistaradeildinni í kvöld. Þeir eru að spila móti Gíur frá Ungverjalandi. Hvernig eru stuðlar á hana leik? Þetta er nefnilega svolítið erfiðu leikur. Þegar maður þekkir þetta lið svo sem ekkert vel. Nei, en þeir eru náttúrulega, maður veit hvað er í gangi í ungverskum fótbolta. Það er náttúrulega bara... Þetta er bara eiginlega, þú veist, event, sko. Ok, við erum favorites. Já, svona aðeins favorites. Slight favorites. Þetta er eiginlega 0,0 eins handicapað sem við köllum það á bæðilið. Ok. Já, sko, ungverskum fótbolti náttúrulega blómstrar. Landsliðið er að fara á síðustu 3 EM. Gíur. Ég skoða þetta liðir Víkingur dróst á móti þeim, ég viðurkenni hann og ég þekki engan annan. Ég veit ekkert hvað þeir geta, en þeir eru ungverski meistarar í deild með Ferencváros, með bara heldur vel gert, sko. Það við komum til Ungverjalands. Nei, mér langar mjög Stoppaðar kom frá Rússlandi bara, en ég var bara flugvöllin. Þetta er einstakur staður, allan að Budapest. Já, ég geti þurft að fara að laga tennina mínur. Nei, haltu í það. Ég ætla aldrei að taka þetta yfirbit í burtu, sko. Það er bara ég. Svo sem ömmi verður náttúrulega í markinu. Já, það verður gaman að sjá maður bara. Ég hafði, ég veit að leðilega setja nú eitthvað meittur og liggur heima. Ég hefði smá ágjör Aron í Evrópukefni. Því að mér finnst Aron ekkert frábær út í teiknum. Sem að skipti bara ógeðslega miklu máli. Bara Ingvar, það sem Ingvar er öflugur í Evrópukefni er bara hann dominerar tegin. Og ég svona, það var svona, ég hef engar ágjör Aron í bestildinni. Þeir eru bara góðir og Aron er bara fínn. Bara hann græjar þetta, sko. En þarna, þetta er aðeins annar level. Hvað ertu að tala út í teg bara í fyrirgjöfum? Já, í fyrirgjöfum. Ég hef meiri áhyggjur á hann þar. Já. Hvað voru þetta þannig áhyggjur að svarstala? Já, eiginlega. Þú veist, maður var svona einhvern veginn að vakna á nóttunni, smá sveittur. Ég bara alvöru. Sko, að því að, sko, mér leið illa, sko. Hann hatar Víking, sko. Keli, hann hafði mikil ágjur af sóknarleik og færasköpum Víkinga og þá var ég alveg bara... Þá var ég að hugsa með Evrópu líka. Þá var ég að hringi bróðinn hann út í Íslandi og spyrja, er hann að sofa eitthvað og hvernig gengur þetta hjá? Það verulega ágjur, sko. En hann er allur að koma til og hefur miklu minni ágjur af færasköpun. Já, ég minni núna. Eftir Elias Már Ómarsson fór í gang. Já. Þeir hljóta að svífa vinninir í Chess After Dark því að númer 5, hann kvótaði þá í hérna í gær. Það er sem hann sagði, hann hefði sagt þetta í viðtali við Chess After Dark og númer 5 fór yfir stöðuna. Hvað er þetta Gústaf Pípara? Það er náttúrulega 2 Gústaf Pípara, það er annars að bróði Viktós og pabbi minn. Hann lítur að vera að tala um bróði Viktós. Þeir eru báðir í toppmálum. Þeir eru báðir í yfirbörumálum. Jó, ég er bara farin að pæli að opna kjúklingastafan í Íblavík. Já, ég stið það.
sem verður bara með svona einfalda mat, bara hálfu kjúklingur. Já, það er bara geggjað. Hálfur eða heill. Það er bara skóan kjúkling svo ertu bara að vera með réttu sósutur og það sætt. Það er ekkert flóknara. Franskar, grjón, pældi bara, þú veist, getur farið til vinstri, Amerikan Style, hægri, kjúklingarstaður, Ricky Chan, Domino's pizza. Wow. Það þarf maður aldrei að fara úr þessu hverfi. Nei, það þarf maður aldrei að fara þetta. Og það með allt, bara, saknaði samt að geta ekki kett með nýjan bíl þarna. Já, Toyota. Já, jöfur. Ég var að jöfur, maður. Já. Meir úrval, ekki bara, ég þarf fleiri tegund. Já, spurt hvort að það er alls konar spurningar hana. Já, please opnaðu kjúklingarstaður Nýbúlavi. Þetta skoða það. Stókar, meira áttur af fókur. Og farið varlega út í daginn og munið að vera góð við hvort annað. Ætla að dokka mæti yfirherslu í chess. Þú hefði þurft að koma. Ég er búin að mæta. Já, þú er búin að mæta. Annars hefur þurft að koma eftir den 5. Já. Það var að vera að tefla en þá manni. Já, ég sagði bara við að fóka þetta tapp. Ég fór í slæmsokkar. Þetta er vitað. Sagði bara síðan sem ég er að fara að gera og að tefla og þannig er það. Takk fyrir